og það bara fyrst og fremst til Daniel ætliði að halda fram að brjóta lög með æfingu slökkviliðsins. Hvernig ætliði að kaupa Gunnar tilbaka eftir að hann fer, Gunnar á fullt af börnum. Og svo það kirkjan og hvað var eftir síðast? Já, heilbrigðismál á Vestfjörðum sem kannski ekki alveg eitthvað kunnu en svona ykkar stefnumótun og eða ef ykkur Og ég ætla að leyfa Daniel að byrja og að svara þá. Og þið megið þá slá líka bara svona í lok. Já, varðandi slökkviliðið, þá ætla ég svo sannarlega ekki að reyna að brjóta niður lög. Það er engi fyrirætlun hjá mér. Ég er bara ekki sammála því og að ég bara er alls ekki sammála því og ég held að það hafi verið gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun slökkviliðsins að það sé svigrúm bæði fyrir helgaræfingar og það var sett fram æfingaráætlun bæði þetta og hitt árið. Hvers vegna því er ekki fylgt eftir það veit ég ekki, ég hef heyrt þetta áður og ég hef rætt þetta við slökkviliðsstjóra en ég bara er ósammála þessu og held að þetta sé angi af einhverju öðru máli. Þannig að það er ekkert metnaðarmál hjá mér að brjóta lög í þessu. Hins vegar held ég það sem viðfangsefni varðandi slökkviliðið, það er að samþætta betur litlu byggðirnar, við erum núna og við stóra slökkviliði hér og það er verið að skoða sameiningu við slökkviliðið út í Bolungarvík eins og fram hefur komið og ég vil að hér verði eitt öflugt slökkvilið og sem er vel æft og ég held að það er alveg að svigrúm til þess að gera það og það er alveg að rúmast innan núverandi fjárhagsáætlunar. Við náðum mjög góðum samningum út af sjúkraflutningunum og ég hef bara ítrekað kallað eftir þessum æfingaráætlunum frá slökkviliðsstjóra, hvað þær kosti og bara ég vísa þessu á bug. Kaupa Gunnar aftur? Ég veit ekki hvort ég vil ég. Ekki með öll í frambúði? Nei, alveg tjók. Staðreyndin er sú, þetta er nefnilega alveg frábær spurning, að staðreyndin er sú að það flytja hlutfallslega ekki fleiri frá Ísafirði, Ísafjarðarbæ heldur en í Reykjavík. Það er bara færri sem flytja aftur. Og það fær mig til að trúa því að hluti af vandamálinu sé ímyndavandamál. Ímyndavandamálið upplifi ég bara sjálfur mér þegar ég var að flytja enga vestur. Það er 4 ár síðan ég flutti vestur og satt best að segja að ætlaði bara að koma enga vestur að ná mér í smá pening, vinna múti skuldum og ná mér í reynslu og fara svo aftur beint í bankan. En leiðu ef að koma inn vestur þá var bara staðreyndin svo að hér er rosalega gott að búa. Það er æðislegt fólk, fullt af afþreyingu, frábær tónlistarskóli fyrir börnin mín, ég hitti mér þessar stundu börnin mín þó ég sé erfiðri vinnu. Það eru æðislegar íþróttir og það er bara frábært að búa hérna. En hvernig stendur þó því þegar Gísli Einarsson fer út í Vestmannaeyjar og tekur viðtal við Filipseyska fiskverkakonu og spyr, vilt þú búa á Vestfjörðum? Nei, það eru lélega samgangur, kalt og vont veður. Gæti það verið vegna þess? Í hvert skipti sem einhver rétti mikrofón framan í okkur, þá tökum við undir. Já, það er ömurlegt hérna fyrir vestan. Það er allt ömurlegt. En það er ekki allt ömurlegt. Það er algjörlega frábært að búa hérna. Það var gerð þjónustukönnun hjá Capacent meðal 15 stærstu sveitarfélögum á landinu. Þegar koma málefni fatlaðs fólks, þá vorum við næst neðsta sæti. Þegar við förum yfir þessi mál með Blindrafélaginu og öðrum aðstandundu fatlaðs fólks, þá fullera þeir að þjónustan sé hvergi betri heldur en hér. Ég held að við þurfum að fara að læra að snúa bökum saman, vinna saman, hvetja frumkvöðla og framtaksama, hætta að níða skóin okkur öðru, því að ef við gerum þetta ekki saman, þá getum við bara alveg slokað. Þú veist, það er frábært að búa hérna, yfir hverju erum við að kvarta. Það er ekki mér að kenna, ég held að ég sé svona leiðilega að fólk er að flytja í burtu. Við viljum að fólk flytja í burtu, en við viljum að það komi aftur tilbaka þegar það er búið að mennta sig. Og við þurfum líka svolítið að skapa okkar eigin tækifæri, því það er framtíðin.